Við höldum áfram hér í föstudagstættinum og nú ætlum við að venda okkar kvæði kross og fara að tala svolítið tónlist. Hingað eru þær komnar Steinunn frá Tónlistarfélag Akureyrar og Soffía frá Rótarý-hreyfingunni. Velkomnar. Takk fyrir. Hvernig getur tónlist sameinað ykkur tvær, Soffía? Já, góð spurning, ha? Ef við myndum heyra hana samtímis, þá værum við saman, til dæmis. Já. Þannig gæti hún sameinað okkur. Algjörlega. En svo hérna Rótarý frá 2005 kannski orðin fræg samtök fyrir sinn tónlistarsjóð og við erum að veita vegleg verðlaun á hverju ári. Já. 2 tónlistarverðlaun á hverju ári. Hér á Íslandi þá? Eða? Hér á Íslandi, já. Þá er ég að tala um bara íslensku Rótarý-hreyfinguna. Já. Og og þetta er ofboðslega flott tónlistarfólk sem að fá þessa styrki. Víkingur Heiðar var svo fyrsti sem að fekk frá okkur styrk 2005, en síðan hafa snillingar á Íslandi, íslenskir tónlistarsnillingar verið að fá þessa styrki og nú á þessu ári erum að veita 2 styrki til Alexanders Eddislein sem að Akureyringar þekkja og kannski landsmenn margir og Sólveig Vaka Eyþórsdóttir hlýtur hinn styrkin í ár og við munum heiðra þau sérstaklega á tónleikum á Eskifirði, tónlistarmiðstöð Austurlands og það tengist því að umdæmisstjórinn núna á Íslandi í Rótarý, hún Ásdís Helga Bjarnadóttir, hún býr á Egilsstöðum og þau vildu hafa tónleikana vissulega fyrir austan eins og við hefðum viljað hafa þá á Akureyri í fyrra og hér átti að vera veglegir tónleikar í Hofi á Skýrdagi í fyrra í tengslum við Glóríu, uppsetningu Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Þeir urðu ekki, en þeir verða núna. Þannig að Rótarý á Íslandi verður með 2 stórt tónleika í samvinnu við hér á Akureyri í samvinnu við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og þeir fyrir austan í samvinnu við Tónlistarfélag Austurlands og Austuróp og við náttúrulega veittum styrki í fyrra til þeirra Bryndísar Guðjónsdóttur og Ernu Völu Arnardóttur. Þær fengu sína styrki en þær fengu ekki heiðurinn við að koma fram í Hofi sem þær fá þá núna. Þannig að það verða tónleikar 14. apríl í Hofi og síðan verða aðrir tónleikar 24. apríl fyrir austan á Eskifirði. Þannig að það verður nóg að gera í tónlistarlífi Rótarý félaga allt land og náttúrulega allra landsmanna sem eru boðnir velkomnir á þessa tónleika. Já. Má ég spyrja, er þetta sko styrki sem að munar svolítið að fá? Þetta er 800.000 króna styrkur fyrir hvorn verðlaunahafa eða styrkhafa. Já, þetta eru stóri styrkir og ekki held ég svo stórir í tónlistar. Það er ekki svo mikið svona stóra styrki held ég í tónlistarheiminum hér á Íslandi. Svona til að fleyta fólki áfram til að læra eða einhvern veginn svona ungu... Já, þetta er ungt tónlistarfólk sem er í framhaldsnámi. Já, ég veit það ekki einu sinni. Nei. Ég meina þú veist það getur verið til eitthvað fullt sem ég veit ekki um. En ég veit ekki um eitthvað marga þannig styrki. En að minnst er þetta vinsæll sjóður til að sækja í og við fáum mikið af umsóknum á hverju einasta ári. Og því getum við valið úr gríðarlega hæfileika ríku fólki sem er mjög ánægilegt. Og þetta er alls konar tónlistarfólk. Alexander veitum við er píanóleikari og Sólveig Vaka er fiðluleikari. Þær í fyrra voru Bryndís sópran, óperusöngkona og síðan Erna Vala píanóleikari. En þetta hefur verið alls konar tónlistarfólk í gegnum tíðina. Gaman að því. Það er bara frábært. Er það ekki? Ég þekki þau bæði að ég hef spilað með Vöku. Já, einmitt. Þetta er bara æði. Já. Næs. Já. Og þetta er náttúrulega bara tónlistarfólk hefur náttúrulega ekki haft í marga sjóða sækja hingað til og líka ekki kannski geta framfleytt sér svo mikið vegna þess að það út á COVID. Meinarðu núna? Núna síðustu 2 árin, ég vil ekki að segja það. Já. En ætli fólk reddi sér ekki alltaf til að framfleyta sér einhvern veginn af því að það verður að gera það en auðvitað með tónleika að spila á tónleikum og svona það hefur verið bara niðri. Á Íslandi þá eru rosalega margir tónlistamenn líka að kenna þannig að þá auðvitað þetta menn ekki pompi ekki alveg niður eitthvað gat og þú veist kannski sé líka ég segi kannski, ég veit ekki allt allt, en þú veist, samfélagið heldur líka utan fólk. Þannig að það pompi ekki niður eitthvað gat þegar eitthvað gerist. Þannig að, og þú veist, svo fólk er búið að finna upp á alls konar öllu þessu hvað heitir þetta aftur? Fjartónleikum, allt það, fjarlífið. Neyðin kemur náttúrulega koma að spila. Já, algjörlega. Og allt er í harðindum.
bara Já. ég get ekki gert þetta, þá kannski ger ég þetta. Já. Og alls konar svona og þú veist, Ítirindi sköp. einhvern veginn, já. Og Segðu mér aðeins hvað, þú ert sellóleikari, já, ekki? ég er sáluleikari. Og já, hvaðan kemur þú uppalega til Akureyrar? Ég veit það nú eiginlega ekki. Góð spurning, Já. ekki neinstaðar frá. Nei. Nei, ok, þú veist, ég fæddist í Reykjavík og ólst upp þar og svo í Svíþjóð og svo bjó ég á Akureyri. Já. En fjölskyldan mín hérna, móðurfjölskyldan, og þetta var alltaf svona einhvern veginn staðurinn, Já. aðalstaðurinn og hefur alltaf verið, svo bjó ég í Frakklandi í 100 ár og svo kom ég aftur hingað. Gömul sál. Þannig að, já, ég er mjög gömul, ég er alveg 900 ára orðin. Yndislegt. En þú veist, já. En segðu mér þá hvað tónlistarfélagið, hvað er það að brasa? Hvernig, fögnuðu þið ekki afléttingu? Jú, tónlistarfélagið COVID? eins og náttúrulega bara einhvern veginn allir, alltaf að maður getur gert eitthvað, þá er það svo gaman. Það er bara, jæ, við getum haldið þessa tónleika. Og þú veist, það voru, sko, nú er eiginlega svolítið svona vetrarhátíð hjá hérna, tónlistarfélaginu. Það voru tónleikar síðasta sunnudag sem hétu Eyrnakonfekt, þar sem voru 4 rosa fínir söngvarar og hérna píanóleikari. Mjög skemmtilegt. Þau voru að syngja lög eftir Þórunni Guðmundsdóttur. Já. Og þú veist, texta á lög eftir hana sem sagt, eiginlega næstum allt á prógraminu, það var mjög skemmtilegt. Og þú veist, einhvern veginn, já, bara fjör. Já. Og svo núna næsta sunnudag, þá er ég að fara að spila, nú er ég alveg bara svona undirbúa tónleika helgarinnar, þú veist, áðan var ég út á flugvelli að sækja vinn minn frá Frakklandi sem heitir Brís, spilar Sembal. Hann er kominn til að vera á þessum tónleikum. Það hafðist, það var ekki létt að komast frá Frakklandi. Já, þetta er alltaf bara svona, er þetta að fara að takast? Já. Og svo er hann kominn og þannig að ég og Brís og ekki nóg með það, heldur eru líka hérna Helena Guðlaug Bjarnadóttir, sópransöngkona, hérna frá Akureyri og Sóley Björk Einarsdóttir, trompetleikari, líka hérna á Akureyri, að spila á þessum tónleikum. Já, þetta er sunnudag í Hofi. Já, við Brís erum búin að vera lengi að vinna saman, við lærðum saman í Frakklandi og svona. Og ég er með hennan hóp, Corpo di Strumenti, tónlistarhóp, sem að svona breytur lögun eða þú veist, eftir í hvað við erum að spila. Já. Og núna, og mér finnst reynda mjög gaman hérna, ég er að vinna í Tónó og fullt af kollegum þar, fullt af einhverju frábæru fólki og frábæru tónlistarfólki og maður langar að spila saman. Og þá eitthvað, hei, Helena og Sóley, eru þið til í að vera með í þessu prógrami? Og það er eitthvað, já. Og svo gerum við þetta, þú veist, þannig að það er núna sunnudaginn. Það er bæði barokktónlist, svo er líka verk eftir mig, við erum að frumflytja. Og já, bara fjör. Er ekki að gera að skella sér á tónleika á sunnudaginn? Held ég. Held ég hljóta. Það er í Hömrum, þetta er í Hömrum í Hofi. Já. Gaman. Það er nefnilega miklu meira að vera heldur en margir halda. Já. Svo líka eins og þetta er sko svona smerri viðburði líka. Við hérna, hvað var það, fyrir mánuði þegar allt var eitthvað rosa shaky. Já. Þá hugsuðum við eitthvað, ok, við þurfum kannski ekki að fara að aflýsa þessu að þetta er ekki þetta er ekkert svona eitthvað sem, þetta er engin risa viðburðir. Nei. Það er mjög líklegt, þeir eru frekar svona léttir í vöfum, frekar líklegt að það sé hægt að halda á. Og enda virðist það ætla að vera það. Já, það voru tónleikar á sunnudaginn var. Það birta öll og svo, já, eins og þú ert að tala um hana, Glóríu. Nú bara stefnir í að það fari að ganga að halda þessa tónleika og þú veist, Sinfóníus Norðurland sem svona, get ég loksins farið að spila og þú veist, allir einhvern veginn. Það er allavega meðan heimurinn berst að þá getum við allavega farið og notið tónlistar. Já, það er alveg alltaf hægt. Og ef maður getur það ekki, þá bara syngja hana heima hjá sér sjálfur. Já. Þú veist, hún er alltaf einhvern veginn. Og gott fyrir sálina. Ótrúlega gott fyrir sálina. Þín lokaorð. Takk fyrir að koma báðar, yndislegt að hafa ykkur og njótum tónlistarinnar. Við höldum þess áfram eftir smástund.